Amen. Þannig nú talar hann Snorri Óskarsson til okkar. Góðan dag öll. Konur, til hamingju með daginn. Það aldeilis að eiga heilan dag á árinu. Á 365 dögum, þá voru reynda nokkri dagar merktir ykkur. Það eru afmælisdagar og það konudagurinn, upphaf góu, þorri liðinn. Þetta eru gamlir íslenskir mánuðir. Þorri þýðir þurr. Þá var eiginlega minnsta úrkoman á Íslandi. Góan þýðir blekking eða lygi. Og það svolítið athyglisverður þáttur vegna að núna fara að koma á svona falleg gluggaveður. Þið sjá sólina í heiði en það lífstímskalt. Það ekkert að það gera neitt. Og þannig hafa fornmenn gjarnan nefnt mánuði eftir því hvað þið voru að gera. Nú febrúar hjá okkur, veitir hvað febrúar þýðir? Febrúar latneskt orð. Hvað þýðir febrúar? Þið með það á portugalsku? Febrúar. Já. Veistu hvað það þýðir? Raunverulega ég aldrei bæli. Nei, það nefnilega málið. Við oft tökum bara nöfnin svona upp, en febrúar þýðir að hreinsa til. Það svolítið athyglisvert, sko. Og það, við kannski erum ekkert endilega að hugsa út í það, þetta hreingerningarmánuðurinn, þið vitið. En orðin komu til okkar í gegnum ákveðin menningararf, menn voru með þetta í gangi og það alveg vita til dæmis að janúar, hann nefndur eftir guðunum Janus. Og guðin Janus, hann var með svolítið sérkennilegan haus, hann gat hort framan á, hann var með andlit sem sneri fram á við og hann var líka með andlit aftan á. Hann gat hort tilbaka. Og þess vegna segja sumir, þetta Janus, hann sama og Nói. Hann bara maður sem þekkti tvo heima. Nói þekkti heiminn fyrir flóð og hann horfði á heiminn eftir flóð. Svo Janus og Nói, þetta eru bara náskildar persónur. Svona hefur eitt og annað komið upp hjá okkur. Og þess vegna erum við núna að byrja góuna, svo kemur einmánuður á eftir og þá náttúrulega allir menn að fá að vita hvað einmánuður. Og tekið trúlega úr keltnesku eða gelísku og það þýðir farfugl. Það fuglamánuðurinn. En það passar það alveg, núna í apríl, þá förum við að sjá vorfuglana koma. Þannig að fornmennirnir, þeir lásu náttúruna á ákveðin hátt og þeir nefndu daga og mánuði út frá því hvað þeir voru að gera. Og þetta ekkert langt frá því sem við erum að gera í dag líka því að nú biblíudagurinn. Og þá erum við að taka þetta orð Guðs og við erum að lesa það svolítið inn í okkar kringumstæður. Og ég með ákveðna ræðu hérna, ég ætla að fá að sýna ykkur þetta á glæru og mér finnst þetta að ræða mjög athyglisverð fyrir mig. Sko, ég náttúrulega fyrst og fremst að bara raða þessu niður svo að ég muni og ég sjái og ég skilji. Hann bara margt sem að kveiki svona í mér, ég sá þetta blað daginn, keypti þetta blað náttúrulega og þetta fjallar himingeiminn og þeir spyrja, einhver hérna úti? Býr einhver annar í náttúrunni heldur en Guð almáttugur. Og það bara spurning hjá vísindamönnum. Ég held að Lyndon B. Johnson hafi verið sá fyrsti sem spurði, hann kom í NASA, það var að undirbúa það að fjármagna tungferðirnar hjá Bandaríkjamönnum. Svo var búið að halda mikla fyrirlestra og sína módel og þetta var allt saman á mjög svona eðlilegum máta hjá NASA. Þeir vissu hvað átt að gera, hvernig mennirnir átt að fara út, hvernig átt að lenda á tunglinu. Þeir aldrei prófað það, en þeir bara voru með ákveðna kenningar í gangi. Svo Lyndon, hann segir svona við oss strákar, einhver annar þarna úti? Og þar með þagnaði allt á NASA. Þeir bara vissu það ekki. Og við bara spyrjum, einhver annar þarna úti? Biblían Guðs orð? Hún frá Guði almáttugum? Eða þetta samtíningur manna? Við vitum þessi bók,
hún skrifuð á svona það bil 3000 árum. Við vitum að fyrstu Mósebækurnar, 5, þær eru skrifaðar rétt fyrir 1400 fyrir Krist. Því að Móse fór út af Egyptalandi, hann var með eyðimerkurgöngunni og það vitað að hann fæði svona í kringum 1550, 1530 fyrir Krist. Hann var 120 ára gamall þegar hann dó og það vita líka að Jósúa, hann tekur Jerikó svona 1400 fyrir Krist. Svoleiðis að þessar ártölur eru svona sennileg ár, sennileg tímabil sem við getum sagt að fyrstu 5 bækur Móse voru skrifaðar. Svo kemur Jósúa með sína bók. Og svo komum við með þetta orð sem Páll postuli segir við okkur. Það Rómarbréfið 15 og það glæran sem við vorum með áðan. Ég er mjög gaman af þessari glæru vegna þess að í þessari glæru, þegar hvernig Páll postuli leggur málin fyrir okkur, þá hann einmitt að tala það við okkur. Allt það sem áður ritað oss til uppfræðingar, til þess að við fyrir þolgæði og huggun ritningarna. Sjáu þið hvernig Páll postuli nefnir Biblíuna. Fyrir þolgæði og huggun ritningarna á dögum Páls postula, þá var ekki talað Biblíuna. Þá bara talað ritningarnar. Því þetta var ekki alveg tilbúið á dögum Páls. Páll lagði gjörva hönd á plóginn til þess að skrifa þér og mér bréf sem við getum lesið og það eru sömu skilaboð sem eru til þín og til mín, sem voru til Kóruntumanna, sem voru til Rómverja, sem voru til Portugala, sem eru til Filippseyinga, nefniði þjóðirna sem koma hingað. Þetta eru sömu skilaboðin og skilaboðin eru fyrst og fremst þau: við mennirnir eigum einn Guð, Guð föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Hann faðir þinn? Ef að Guð faðir þinn, þá eru við bræður og systkin. Þið veit, og það alveg sama hvaða tungumáli tali. Ég hef gaman af að heyra þegar menn koma hérna og það eru frá Nígeríu stelpurnar og það tala saman á sínu máli. Svo eru við með frá Afríku og við erum frá Filippseyjum. Þið talið ykkar tungumál og það bara dásanlegt að heyra þetta, en þið þurfum líka að tala íslensku. Ég vil fá að vita hvað þið segið. Það bara svolítið sem þetta með okkur. Við viljum gjarnan hafa tengingarnar. Við viljum að mannkynið og maðurinn, hann sé bróðir okkar og við sýnum hvoru öðru kærleika, og þetta stærsti boðskapur sem að mannkynið hefur fengið. Það að við lifum í kærleika okkar á meðal. Og Páll postuli veit hvað hann að tala um. Og sjáu þið hvaða skilaboð hann sendir til þessa fyrir þolgæði og huggun ritningarna, héldum við von vorri. Það hræðileg staða að vera vonlaus. Það ömurleg staða. Talið við fólk sem búið að fá að vita það að læknar ráða ekki við sjúkdóminn. Þú átt kannski svona 3 vikur eftir. Hvað myndur þú gera? Þú átt ekki nema 5 mánuði eftir. Við búum við þetta. Ég vissi ekki hvað Hrefna mín átti mikið eftir. Og ég veit að Ester, hún að horfa á eiginmann sinn, hún veit ekki hvað hann á mikið eftir. En eitt megum við þó vita, að Guð hefur ekki sett okkur inn í vonlausar kringumstæður. Ef þú átt lítið eftir, þá áttu samt von. Við fáum vera með Kristi alla tíma. Hvernig líst ykkur á? Þetta bara boðskapur ritninganna til okkar. Svo ég ætla að fara aðeins út úr þessu og fara með ykkur inn í næsta, af því Biblían, hún svo merkileg. Ég hef mjög mikið sem ég að gefa ykkur út af þessari bók. Ég set hana þarna á glæruna bara til þess að sýna ykkur að ég svona leita heimilda. En vitið þið, þessi bók Biblían frá árinu 1815 til 2019, þá hefur Biblían verið prentuð í 4.500 milljón eintökum. Hugsið ykkur upplægið. 4.500 milljón eintök. Og það þýðir með öðrum orðum
að þriðji hver maður í heiminum, hann hefur aðgangað Biblíunni. Í 1000 ár, þá tókum við saman, eða fyrir 1000 ár, þá tókum við saman ritinn og bjuggu til kristnu bókina, Biblíuna. Og það er svolítið athyglisvert að hún var þá að myndast. Það er vitað að hún er komin fram á 7 tungumálum 200 eftir Krist. Og við eigum því lánið að fagna hér í dag að við erum með hana Mörtu með okkur og Marta, hún er af þeirri þjóð sem fekk Biblíuna þjóða fyrst. Hún fór til Eþíópíu. Það er frá þessu greint í Postulasögunni þegar fjárhirðir Kandake, Eþíópíu drottningar, hann er að koma frá Jerúsalem og hann er í vagninum á leiðinni niður til Gaza, muniði. Þá er Filippus, hann er ræstur út og það er sagt við hann, farðu og haltu þér að vagni þessum. Og maðurinn sem situr í vagninum, hann er að lesa. Og þetta var fjármálaráðherrann. Og Filippus, hann heyri hvað hann er að lesa. Hvort skilur það sem þú lest? Hvernig á ég að skilja ef enginn er til að leiðbeina mér, segir hann. Filippus sest upp í vagnin og hann fer yfir boðskapinn Jesaja 53. Það er vitað að maðurinn var að lesa Jesaja 53. Hefur þú lesið hann? Það er vitað að Filippus kom með þennan brennandi boðskap frelsaran sem leið og dó og tók syndirnar þínar á sig til þess að þú mætti frelsast. Það er vitað fleiri aðila sem að lásu Biblíuna. Það er sagt Daniel, hann las Jeremía og þegar hann las Jeremía, þá sér hann að Jeremía talar nú, við verðum bara 70 ár í herleiðingunni og þá fór hann að biðja. Og þá getið ég lesið 12. kapitúla Danielsbókar. Það er árangurinn af því að Daniel fór að lesa Biblíuna. Og sjáu þið hvaða undur við höfum. Þessi bók, hún hefur svoleiðis breytt mannkynssögunni og stýrt mannkynssögunni að menn bara eiga ekki orð yfir það hvað við höfum lent í. Svo gerir það hjá okkur, 200 eftir Krist, þá eru 7 þjóðir með Biblíuna á sinni tungu. Það vita nokkurn veginn hvaða þjóðir þetta eru. Það eru Sýrlendingar, það eru Gyðingar, það eru Grikkir konur með þetta, það eru Eþíópar og svo framvegis. Þannig að menn voru með Biblíuna á svona frumtungumálinu. Eþíópar og Egyptar, þeir eru með svo kallar koptíska Biblíu. Og það er svolítið athyglisvert eftir þá Biblíu. Þar er að finna elstu bók sem að vitað er og það er bók Elía. Þið veit ekki alveg hvort að þessi bók er sönn eða ekki, því að höfundur er náttúrulega löngu farinn, en ef þetta er rétt að sú bók er til, og við þurfum kannski ekki endilega efast það, þá vitið að sú bók var skrifuð fyrir flóð. Hún var bóki sem Nói gat lesið. Og við eigum þessar sögur allar til þess að rifja upp að Guðs fingur og Guðs hönd hefur verið með okkur í verki í gegnum fleiri 1000 ár. Og það er svo athyglisvert. Jesús Kristur, hann er sagt hann að í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann skapaði allt með orði máttar síns. Vistu hvað Biblían er? Sérðu hvaða áhrifavaldur hún gæti verið í þínu lífi ef þú tekur Biblíuna alvarlega og þú lætur orð Guðs leiða þig, þá er það að skapa þig með orði máttar síns. Og ég sé bara, sískinni verið bara velkomin að Guð hafi áhrif á okkur og talið þannig til okkar. Í 1000 ár, svona við erum að tala kannski frá 382 til 1382, þá er ein biblíuþýðing alveg ráðandi í kirkjunni. Það var Vulgata. Og Vulgata var skrifuð á latínu og fyrir bragðið af því Jerome setti hana saman á latínu, þá varðveittist latínan. Því að nú er latínan hvergi annars staðar töluð. Við erum með latnesk tungumál,
við erum með ítölsku og spænsku og portúgölsku, þetta allt saman latnesk tungumál og frönsku. Þetta var einu sinni latínu mælandi þjóðir og til þess öll Norður Afrika, þetta var latínusvæðið og Jeróm og kirkjan þá, 380 eftir Krist, þá fara að stemma saman og þýða biblíuna á góða latínu og fyrir bragðið að þá hreinsuðu latínuna og gerðu hana þannig að í dag þá þetta tungumál þeirra lærðu. Þú veist, vox clamendis in dissertio. Þetta latína sem þýðir bara rödd hrópandans í óbyggðinni og svona eru menn með alls konar latínufrasa. Þeir hafa gjarnan lært þá, þetta allt tekið úr Vulgata biblíunni. Og vitið þið, við erum líka með frasa í okkar tungumáli, okkar íslensku, tekið úr biblíunni. Já, láttu ekki sólina setjast yfir reiðinni. Kanntu þið það? Já, þannig að þú berð ávöxt bara, þú fær ávöxtinn eins og sáir þannig uppskerðu. Við erum með svona á hraðbergi, alls konar atriði í okkar íslensku tungu sem tekin beint úr biblíunni. Er þetta tilviljun? Nei, þarna sjáu þið hvaða áhrif biblían hefur haft. Og svo kemur það líka, hver var þessi Jeróm? Jeróm var lærisveinn Pólykarpusar. Hver var Pólykarpus? Hann var lærisveinn Jóhannesar. Jóhannes sem fór á eyjuna Patmos. Og hver var Jóhannes? Hann var lærisveinn Jesú Krists. Svona sem við getum rakið að mennirnir frá Jesú Kristi til Jeróm, þeir skiluðu okkur biblíunni, Vulgötu biblíunni, sem var biblía kristinna manna í 1000 ár. Og vitið annað í þessu, það er svo athyglisvert. 800, þá bara mikil breyting á sögu Evrópu. Þá konungur uppi í Frakklandi sem við köllum Karlamagnús. Hann var einn af þeim sem ætlaði að endurvekja heilaga rómverska ríki og hann var krýndur sem keisari af Urban páfa. Og hvað gerði Urban páfi? Jú, hann tók textan sem notaður var til að krýna Salómon konung og Davíð konung. Hann notaði þá texta og krýndi Karlamagnús. Og þetta hreif svo á Karlamagnús að hann sagði, heyrðu, við þurfum að kenna öllu fólkinu að lesa. Við þurfum að fá biblíuna á okkar tungumál. Og þetta 800. Fyrir bragðið, þá gjörbreytti hann Frakklandi og gerði menntunarstigið á Frakklandi hærra heldur en nokkuð staðar annars staðar í Evrópu. Hann kenndi fólkinu að lesa og hann krafðist þess að allir prestar og allir munkar og allir þjónar kirkjunar og öll hirðin, hún lærði að lesa og skrifa. Og hafið þið áttað ykkur á því að þegar Sæmundur fróði var að Odda á Rangavöllum, hvert fór hann í nám? Hann var sendur út til að læra til prestskapar. Hann fór ekki til Helsinki, hann fór ekki til Kaupmannahafnar, hann fór heldur ekki til Englands, hann fór til Frakklands. Hann var sendur í það sem við köllum svarta skóla í París. Af hverju það? Þeir staðfesta að menntunarstigið í Frakklandi var það hæsta í heiminum þá. Út af einum atburði að maðurinn Karlamagnús var krýndur samkvæmt orðinu og gerður að keisara og orðið hreif hann. Hvað heldur orðið geti ekki gert fyrir þig? Hvað heldur orðið geti ekki gert í okkar kringumstæðum á Íslandi? Ég með fleira hérna sem ég ætla að fá að sýna ykkur. Næsta glæra mér líka hugleikinn. Ég ætla aðeins að fá að taka þetta svona eins og kennar að gera. Tína glærur til og sýna ykkur. Ungt fólk notaði biblíuna. Það var í síðasta morgunblaðinu daginn, ég held að það var 50-daginn. Þá, hún Dísa kemur með þetta. Ungt fólk notar biblíuna. Hvað biblíuna að finna í dag? Vitið þið hvað hún til á mörgum tungumálum í dag? Hugsaðu það. Hún til á 1584 tungumálum. 1584. Hvað þýðir það? Rifjið upp, hvaða ár þetta 1584?
fyrir okkur Íslendinga á þetta að vera ár sem við þekkjum. Hvaða bók var gefin út? 1584 af Guðbrandi Þorlákssyni Hólabiskupi. Það var Biblían. Það eru jafnmörg tungumál sem lesa Biblíuna í dag og sama árafjöldin og við fengum Biblíuna 1584. 40 árum áður, þá var Oddur Gottskálksson búinn að þýða Nýja testamentið og það er það sem gerðist. Upp úr 1380 þá verður ykkur mikil vakning og mikil breyting á hugsanahætti Evrópumanna. Þeir fóru að þýða Biblíuna hver eftir annan. Og við vorum ekki fyrstir á Íslandi að þýða Biblíuna eða Nýja testamentið. Eina þjóðin eða tungumálið sem hefur hvað oftast þýtt Biblíuna, það eru Bretar. Ég veit ekki hvað, við erum búin að þýða hana oft. Ég á allavega Biblíu frá 1841. Við vitum Guðbranda Biblíu, við vitum Vassenhús Biblíu. Þannig að Íslendingar hafa verið mjög iðnir við að þýða Biblíuna. Og þessi litla þjóð hún skuli hafa haft svona næma tilfinningu fyrir því hvað Biblían skiptir okkur miklu máli. Og vitið þið, þess vegna tölum við íslensku. Hún varðveitti íslenska tungumálið. Við vorum með okkar guðsorðabækur líka og það var til siðs. Danaveldi var þannig veldi að það lét alla presta og alla þjóna ríkisins predika og tala á dönsku. Öll samskipti við yfirvöld voru á dönsku og danskri tungu. Þegar það var skrifað, þá var það gjarnan á danskra tungu. Og kirkjan, henni var falið að flytja fagnaðarerindið á danska tungu hér á Íslandi. Íslendingar sagði, nei, við gerum það ekki. Við erum vanir að þýða þetta á íslensku. Við vorum með svo margar Guðs orðabækur á íslensku að Íslendingar bara sagði, nei. Þess vegna eru passíusálmar Hallgríms Péturssonar, sem þið heyrið eru lesnir, þeir eru íslenska tungu. Þeir eru búnir til 1650-60. Og þetta er svo merkilegt hvað þessi tilfinning hjá Íslendingum að við erum með okkar eigið tungumál, hvaða hefur varðveitt líka menningun og við fengið Biblíuna á okkar eigin tungumáli. Látið þetta aldrei fara frá okkur. Tölum tungum meðan við erum Íslendingar. Að síðustu þetta sem ég ætla að nefna við ykkur, þegar ungt fólk notar Biblíuna, þá getur við fundið Biblíuna í söfnum, í kirkjum, örugglega, í bókaformi, í símum. Hvað eru margir með Biblíuna í símanum sínum? Já, sko. Þetta kemur ekki að sjálfu sér. Þetta kemur vegna til hlóðuðu sín. Biblían er til. Og við erum með þetta í tölvum og við erum með Biblíuna á mjög mörgum stöðum. Ef þú fyrir hótel, erlend hótel, þá finnur við Biblíu í náttborðinu. Þetta er bara allstað til staðar. Okkur finnst þetta sjálfsagt. Nú aftur á móti hafa verið að vega svolítið að okkur. Nú er verið að taka tillit til múslima sem treysta því ekki að Biblían sé Guðs orð. En Biblían, hún er sannarlega Guðs orð. Og ég var í Englandi fyrir einhverjum 20 árum. Ég var á ráðstefnu sem að fjallaði ofsóttu kirkjuna í Englandi. Og þarna er kanadískur maður sem heitir Darrell Gindras. Hann var trúboði í Eþíópíu. Og hann fekk leyfi til að fara yfir landamærin og fara stundum yfir til Sómalíu. Og hann hitti þar lítinn söfnuð í Mogadishu og hann var að kenna þeim og þau voru að lesa Biblíuna og hann var bara með koptísku Biblíuna og var að lesa með þeim Biblíuna. Svo kemur hann inn að ferðina og hann er að fara á strætó og ætlar að fara í samfélagshópin. Þetta var kannski 7-8 manns, ég veit ekki hvað þetta var mikið. Nema hann segir, þá kemur maður til hans, imman, og segir, þú ert kristinn. Já, ég er kristinn. Næst þegar ég hitti þig, komdu með Biblíuna með þér og gefðu mér. Og hinn var nú svolítið hissa á sig. Já, ég skal gera það. Og ég man ekki hvort hann hafi tekið sína eigin Biblíu og látið hann hafa, en hann allavega retta hann Biblíu. Nema, svo mætir kallinn bara í samfélagshópin. Og það bara hefur fjölgað allavega 2. Hann og konan hans var komið með honum og hann var með bara Biblíuna með sér. Og hann spyr,
Ertu búin að lesa Biblíuna? Já, ég búin að því. Og ég kristinn, sagði þá immaninn. Og hinn var nú svolítið hissa, já, og hvað gerðist? Sko, ég var að lesa Biblíuna og ég tók Kóraninn og ég lyfti upp og sagði, Guð, hvor bókin þín? Hann þurfti að spyrja. Og þá var eins og væri bara slegið í höndina á mér og Kóraninn, hann fór úr hendinni utan í vegginn og kuðlaðist niður á gólf. Þá vissi ég að Guð var að segja mér að Biblían Guðs orð. Amen. Amen. Við eigum svona frábæra sögur vegna Guð vakir yfir hverju? Orði sínu. Það var það sem Jeremía fekk. Guð vakir yfir orði sínu. Við vitum líka að Biblían segir hvað sé leyft og hvað bannað. Og það rosalega erfitt þegar Biblían að segja að þú ert að gera það sem ekki má. Þá fara menn í fílu. Þess vegna vilja menn gjarnan gefa Biblíuna út með svona jákvæðan boðskap. Ég ætla að fá að stýra því að ég má gera það sem ég vil. En Biblían segir það ekki. Ekki aðeins og þú vilt, heldur svo Guð vill. Og það hluti af þessu, og ég ætla að fá að segja það líka af því að við erum að tala um þetta frábæru hvernig Guð vinnur. Það gerðist í Ástralíu að það var Gídeon maður, hann var að dreifa nýja testamentinu og þá kemur róni, göturóni til hann og segir, nei, rosalega þetta flott bók, heyrðu, gefðu mér eina. Hvað ætlar þú að gera við hana? Segir hann, ég ætla að reykja hana. Þetta er svo góðu pappír til að rífa blaðsíðu og búa til sigarettur og reykja hana. Nei, ég sko ekki að gefa þér bók til þess að reykja hana. Þetta er Guðs orð. Látt ekki svona, þú ert svo mikið af þessu. Svo kallinn segir, ok, ég skal semja við þig. Þú mátt lesa blaðsíðuna og reykja hana síðan. En þú verður að lesa hana. Já, allt í lagi, Kalli fekk bókina og hélt áfram og hann fór að lesa og reykja. Svo liði fyrir mánuðir og þá boðið til þings Gídeon manna í Ástralíu og þessi maður mætir, sá sem var að dreifa Nýja testamentinu og þá kemur þetta til hans kunnuglegu maður, nei, blessaðu, manstu eftir mér? Og hinn svona lítur til hans og segir, man ég eftir þér? Nei, og þó, ég man aðeins eftir þér. Já, ég var rónin sem þú gast Biblíuna og ég vildi fá að reykja hana. Nú ég frelsaður, sagði hann. Já, amen, segir kallinn. Vistu hvað ég var komið langt? Nei, ég las hverja einustu blaðsíðu. Ég var komin í Lúkasaguðspjall. Þá frelsaðist ég. Systkini, sjáu hvernig Guðs orð getur verið. Sjáu hvað við erum með í höndunum. Og það þessi hérna glæra sem ég ætla líka að vera með. Trúin læknar sárin. Það geðlæknir sem misti barnið sitt. Ég held að það hafi verið geðlæknir fyrir ekkert barnalæknir. En sama hvað það Hvað var honum til huggunar? Hvernig geta menn afborið það að missa barn? Þú veist, við bara hristum haus og segir, það óþolandi staða. En menn missa börn. Hvað til huggunar? Og Guð kom inn í hans líf og Guð talaði til hans og Guð benti honum á að mikilvægasta geðlæknislíf sem til það ritningin með orðið fyrirgefninguna, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Hvaða áhrif hefur þetta á mannin ef við þurfum að taka á okkar reiði og grimmd og við þurfum að fyrirgefa? Það bara ekkert auðvelt að fyrirgefa allt. Og Biblían ekkert að boða okkur þennan boðskap vegna þess að hann auðveldur. Hún að boða okkur þennan boðskap vegna þess að hann nauðsynlegur. Að fyrirgefa þess svona Guðs innlegg til þín. Ef þú ert að fara að taka málum og glíma við vandamálin og þú fer að fyrirgefa og þú getur fyrirgefið, þá þetta Guðs verk í þínu líkama. Heyri amen við því. Við eigum svo mikið sem að við getum sagt. Biblían, það ekki nema vona menn séu hræddir við hana.
Hún var bönnuð í Kína, hún var bönnuð í Norður Kóreu, hún var bönnuð í Sovétríkjunum. Hvert fóru Sovétríkin? Eitt stærsta heimsveldi veraldar. Þegar það voru að glíma við Biblíuna, þá töpuðu þeir. Getur það verið að við séum að sjá nákvæmlega sama gerast í Norður Kóreu í dag? Þeir taka þá kristnu, murku úr þeim lífið eða loka þá inni, en vitið þið, Jesús Kristur, hann hefur alltaf verið sigurvegarinn og orð Guðs hefur alltaf sigrað. Og hvort sem það eru kallaðar konungar eða stjórnmálastefnur eða ismar eða heimsveldi, Guðs orð hefur alltaf sigrað. Það sigraði á dögum Daniels, það sigraði á dögum postulana, rómverska ríkið var að falla fyrir Guðs orðinu. Hvað heldur að íslenska ríkið geri? Heldur að það standi? Guðleysið sem er að taka bólsetu á Íslandi, það stendur núna frammi fyrir glímu. Og vitið annað, skólakerfið okkar er svoleiðis, það búið að taka Biblíun og bænin í burtu. Biblían og bæn er ekki eftirsóknarverði þættir innan skólakerfisins. Bestu skólar veraldarinnar, Cambridge, Oxford, nefniði skólana í Bandaríkjunum, MIT og fleiri skóla, þeir byrjuðu allir sem biblíuskólar. Og síðan eru þeir háskólar. Og þetta eru bestu menntastofnanir veraldarinnar. Hafa talið vera gæði fyrir hvern einasta mann ef hann hafði útskrifast á Cambridge eða hann hafði útskrifast á Oxford. Vegna þess að þeir skólar, þeir byggðu menntun sína á Guðs orði. Og hvað gerðist í kringum 1700? Þá var hver einasti aðili sem fór inn í vísindi. Þetta var trúaður maður. Og hvað voru þeir að gera? Þeir voru að rýna inn í náttúruna, þeir voru að finna náttúrulögmálin og segja, hönd Guðs gerði þetta svona, hönd Guðs setti þetta inn. Og náttúrulögmálin voru gefin til þess að við mættum vita að sköpun Guðs væri samkvæmt orði Guðs. Hann gjörði allt með orði mátta síns. Sérðu hvað við erum með í höndunum? Sérðu hvað við eigum á Íslandi? Sérðu hvað er að eiga erindi við þín og þinn þankagang? Að síðustu ætla ég bara að nefna þetta, fyrst við erum með þetta. Pétur postuli, ég tek hérna orð frá Pétri, það sem hann er mynd að tala að því aldrei var nokkur spádómur boðinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Knúðir. Og þetta er skemmtilegt orð, þetta gríska orð, knúðir. Að knýja gat verið að blása eða það gat verið bara að reka áfram. Hefur knúðir af heilugum anda. Alveg eins og postularnir, þeir voru knúðir að fara borg úr borg, land úr landi. Og það eru trúboðar sem að við eigum sannarlega að þakka fyrir vegna þess að þeir hafa farið land úr landi og borg úr borg og umbreytt kringumstæðunum. Hvað komuð þið með? Orð Guðs, innblásið af Guði, knúið fram af Guði. Og við hér í Keflavík, við leyfum okkur það að predika orð Guðs þannig að við séum knúnir af andanum til þess að segja þér það sem segja þarf. Við viljum ekki fara að taka leiðréttingapenna og opna Biblíuna og segja, já, heyrðu, þetta henta mér ekki. Já, ég sleppi þess í dag. En þetta henta mér heldur ekki, ég ætla að strika yfir þetta. Við erum ekki að lesa Biblíuna þannig. Já, þú ert bara bókstafstrúar. Já, það getur vel verið. Það getur vel verið að ég er bara bókstafstrúar. Biblían segir mér, þú skalt ekki stela. Ef ég er bókstafstrúar, hvað ger ég þá? Stel ég? Hvað margir bókstafstrúar? Þú skalt ekki stela. Þið vitið, við erum með svona atriði sem segja ekki gera þetta og við bara gera það ekki. Við reynum að hlýða Guði og gefa honum dýrðina. Hvað er að gerast í Norður Kóreu núna í dag? Hvernig stendur á því að við stöndum frammi fyrir að þetta litla heimsveldi sem er að rembast við að vera eitthvað flott, það stendur að höllum fæti, það getur ekki brauðfætt sig. Það er að þjálfa 2 milljón manna her, svo er að sendur til Rússland og þeir bara strá og falla þar. Ungi drengir sem áttu að fá að vera heima, stofna sér heimili
og fara inn í framtíðina með eiginkonu og börnum. Þeir eru stráfelldir. Hvaða ríki metur mannin svona lítils að það fórnar honum á altari heimskra styrjalda? Ég ætla að fá að nefna við ykkur. Biblían hún talar líka samtíman. Hvað að gera til okkar samtíma? Hvað segir hún fyrir í dag? Þér munu spyrja hernað. Hernaðar tíðindi. Ef að taka þetta út vegna þess að hernaður ykkur ógn. Og það verður ófriðar tíðindi gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. Og hver segir þetta? Þetta bara tekið beint af orði Jesú Krists. Og hvaða fréttir eru við að heyra alltaf? Hvað er með Gaza? Hvað með Jemen? Hvað með Arabaríkin? Hvað með ófriðin? Hvað með það að nú eru Egyptar? Þeir eru eiginlega búin að eyðileggja friðarsamningin sem gerði var milli Egypta og Ísraelsmanna 1973 eftir Jom Kippur-stríðið. Nú eru komin með herinn inn á Sínaískaga sem er samkvæmt friðarsamningnum brot á friðarsamningi. Er friður framöndan? Af hverju velur maðurinn frekar ófrið heldur en frið? Og Jesús sagði, minn frið gef ég yður. Ég gef ykkur ekki eins og heimurinn gefur. Enda er hann kallaður friðarhöfðinginn mikli. Á hann erindi til þín. Ég ætla að fá að sýna ykkur eina glæri viðbót. Af hverju að trúa Biblíunni? Hvernig stendur á því að við eigum þessa bók? Með þessi frábæru atriði. Hún er með undrum, táknum og stórvirkjum. Við erum með mynd af líkklæðunum í Tórínó af hinu þjáða manni sem var krossfestur og lét lífið sitt fyrir þig til þess að þú megi lifa. Hans tap, hans aflífun gaf þér eilíft líf. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafa eilíft líf. Og það er svo merkilegt að þeir voru að grafa í Heródíum. Það er hæð rétt hjá Betlehem. Þetta er alveg svo eldfjall. En þetta er gamalt virki. Og þegar fornleifafræðingarnir voru að grafa þarna, hefur komið til Heródíum, nonni. Í Heródíum. Manstu það? Þetta var virkið sem að Heródis konungur var með. Þeir fundu hring. Gullhring. Innsiglisring. Og ég er með mynd á hann hér. Þetta var hringur mannsins sem að lét krossfesta Jesúm Krist. Það stendur á hringnum Pílatus. Biblían hún er með fullt af svona staðreyndum, hún er með sagnfræði, hún er með fornleifafræði, hún nær frá upphafi vega og til endalokana og meira að segja, hún nær út yfir gröf og dauða. Hann geti bara að lesa það fyrir okkur áðan hvað við munum gera á himnum þegar við verðum að vexa með Guð og þakka honum fyrir það að hann bjargaði okkur. Það er tilvera sem tekur við. Við erum bara á leiðinni frá þessari veröld til þeirra næstu. Að Jesús Kristur er örkin. Að síðustu. Það skiptir máli fyrir okkur af því að við erum að taka þennan pól í hæðina. Hvað er framundan? Hvað gerist á morgun? Það kemur nýr dagur. Áttu okkur á því hvað er stutt í að endurkoma Jesú Krist á sér stað. Áttu ykkur á því hvað er stutt í það að við megum fá að sjá Jesúm Krist koma á skýjum himins. Hann mun ekki koma til þess að bara horfa á okkur í eymdinni. Hann mun koma til þess að stoppa styrjaldir, ógnanir, verk djöfulsins, tortímingu, eyðingu og hann mun endur skapa jörðina. Við köllum 1000 ára ríkið. Viltu vera með? Viltu vera með þar sem þú getur gengið út á grendi, út á grasið og hitt bæði ljón og tígristýr og þetta verður bara eins og gæludýr. Þetta verður kettirnir sem mátt strúka. Biblían er að tala við okkur þá veröld. Meiri sem börnin okkar, þau munu leika sér við hólutir höggormsins. Hvað gerist þegar Jesús Kristur kemur inn í þennan heim? Þá breytist eðli veraldarinnar. Og hvað gerist þegar Jesús Kristur kemur inn í okkar líf? Það breytist eðli okkar. Við verðum honum lík. Amen. Megið þið vera með okkur. Viljum vera saman í því að verða honum lík.
Og ég segi það alveg nauðsynlegt fyrir okkur að ef menn viti ekki alveg hvort að einhver þarna úti í geimnum, þá alveg nauðsynlegt fyrir okkur að vita. Það einn sem að senda okkur þetta orð, lifandi orð, til þess að við ættum von, til þess að við ættum kraft, til þess að við ættum fullvissum það að Guð með þér sama hvað þér mætir og Guð gerir sigdýrlegan í þínu lífi. Amen. Hann ekki bara að gera sér dýrlegan í lífi ykkur stórra nafna út í heimi, hann notar litla kallinn eins og þig og mig. Hann notar litlu konuna, litlu Gunnu og litla Jón, alveg eins og við sjáum að ritningarnar tala um. Megi friður og ná drottins vera með ykkur og yfir ykkur. Og við munum ganga inn í þessa góðu án blekkingar, heldur með orð sannleikans yfir okkur, með anda sannleikans í okkur og vita það að ritningarnar þær hafa alltaf haft að rétt að standa. Amen. Við skulum standa upp, gjörðu svo vel. Drottinn minn, ég bið þess elskaði Herra að þitt orð það megi hafa áhrif á okkur og við munum vera undirgefin þínu orði. Eins og orðið þitt drottinn minn, þá segjum við amen við því. Drottinn hjálpa okkur til þess að í hjörtum okkar og huga, þá þið auðmjúkur andi sem tekur við því sem að þú hefur við okkur að tala. Drottinn, við viljum bera þér góðan ávöxt. Við viljum vera þín og segjum saman, Jesús Kristur, ég játa þessi son Guðs. Þú frelsari minn, þú heldur mér uppi með orði þínu og gerir mig að manni eftir þínum vilja. Í Jesú nafni. Amen. Og vinir, ná drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjör svo vel, Kitty mín. Það verði hæfi að enda á gömlum salmi, við syngjum fyrsta versið og fórum þú mikli Guð. Amen. Þú mikli Guð sem manninn skapað hefur. Sjáum
Við endum á að gefa Guði föður skapara gott klapp í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja. Við lofum þig.